En þessi menningarlegi sannfæringarkraftur ykkar vókistana hefur verið svo ótrúlega lélegur. Ég reyndar vissi að þetta myndi dvína út af því að maður fann alveg undirölduna þegar maður var að tala við fólk sem býr í Breiðholti og annars staðar. Er þetta ekki bara þið menningar elítan í 101 latti lepjandi að væla yfir því að aðrir séu ekki sömu skoðun á þið og þá segir fólk bara já flott, þá kýs ég bara einhvern annan. Hvernig horfir þetta við? Fyrir ári síðan fannst mér svona mikið bylgja gegn vókinu sko. Þú þurfum að ganga tilbaka? Og sko, taktu hinsegin fána málið. Já. Þegar Snorri kemur hann í þingið og flyttur hann lélegustu ræðu þingsögunar, bara hvað var hann að tala, einhverja fána í barnaskólum borgarinnar og það var svo mikið backlash að hann gat ekki einu sinni staðið við það og mætti viðtal til Jakobs Bjarnar vina síns til að væla undan umræðinni og öll kosningabarátta Miðflokksins fór í að væla undan viðbrögðum þjóðarinnar af því að fólki var bara misboðið. Það enginn sem gat staðið með þessu og þegar þú ert með svona mikla hinsegin fánafóbíu það eina sem fólki dettur í huga að þú sést í skápnum eða sé eitthvað að sko. Akkur fólk með þessa dillur og berjast á móti þessu, ég skil það ekki. Samkynhneigðir bara komnir til að vera og hafa alltaf verið og þetta með okkar þjóðarstolt gay pride gangan á Já, heldurðu í alvöru tala að Snorri Másson sé á móti samkynhneigðum? Já, trúirðu því?